Þá komið þið sæl, öll nær og fjær, getur maður sagt núna, víst að þetta sendt út. Ég ætla að segja aðeins hérna frá meðal annars steypiriðinu, meðan svona í restina, svona myndir verkunina sem fór fram eftir að Hvalinn rak norður á Skaga í ágúst í hittifyrra. En hérna fyrsta myndinni hérna svona datt mér að setja upp af því að ég fékk þetta í gríni frá þeim á Hvalamiðstöðinni á Húsavík, eða Hvalasafninu. Þannig að þeir sendu mér þetta eftir að þeir voru búin að setja upp fyrsta hvalinn hjá þeim sem var háhyrningur. En hér á Náttúrufræðistofnun eru söfnuð við beinagrindum af hinum ýmsum dýrum og meðal annars hvölum. Og við höfum í safni hjá okkur eintök af 13 tegundu hvala og erum með 60 eintök af ýmsu, það er allt frá að vera tennur upp í heila beinagrindur af hvölum. Nú ef við kíkjum hérna uppi á bara í einn kassa, svo ég segi geta sé svona með tóma kassa þarna, þá ætla ég að sýna ykkur í einn kassan. Og þetta er sem sagt rákahöfrungur og beinin eru þrifin alveg, gerðins hvít og hægt er og þá er möguleiki að setja beinagrinduna saman seinna eða allavega hafa þetta sem sýnir svo ef að þarf að greina einhvern hval til tegundar sem oft er hægt að sjá þá sérstaklega á hausnum á hvölunum. Nú, hvalir eru misjafnlega stórir eins og þið vitið og þetta er hérna hnísa, svona minnsti hvalurinn sem hjá okkur er, sett saman svona hálf á plötu sem hægt er að hengja upp á vegg. En það mun að hafa verið 1998 sem að Ásbjörn Björgvinsson kom hérna á mál við Jón Gunnar og forstjórann okkar hérna og bar upp það erindi að setja saman hvalabeinagrindur til sýninga á Hvalamiðstöðinni á Húsavík. Og það lá best við að setja þetta á mig þar sem ég hafði áhuga á beinum og fleiri svona sem tilheyrir svona dauðum kvikindum. Og við byrjuðum eiginlega á þess að vita nokkuð hvað við varum að gera á því að þrífa eða semst að raða saman beinagrindur og kom svo í ljós að þetta var svona bara eiginlega eins og púsluspil þegar maður var búinn að vera í þessu smá tíma. En næstu ár og eftir settum við upp nokkra beinagrindur og á Húsavík eru á Hvalasafninu, ég held að sé 10 beinagrindur af mismunandi hvölum. Þetta skýrir svo nokkuð sjálft, en ég ætla að sýna ykkur þetta að með grindhvalinn, ef þið hafið tekið eftir grindhval á myndum, að þá eru bægslin mjög löng miðað við stærð hvalsins. Ég sjá hérna háhyrninginn ef við förum aftur baka, það telur hérna fingurbeinin sem að ég kalla, svo eru hérna lóabein, og svo myndum við kalla þetta framhandleggsbein hérna 2, upphandleggsbein og herðablaði. En hérna eru, sem sagt, flestir þessara hvala eru með svona 5 til 7 fingurbein á lengsta fingrinum, ef hægt er að segja svo. En hérna á grindhvalnum eru þessi bein 13. Þannig að það er ótrúlegt svona í þróuninni hvernig sumir hvalirnir hafa, sem sagt, breyst. Hérna er að sjá hrefnu og skíðin hérna eru upp í henni. En þegar að komið er á strandstað þá er svona æði misjafnt sem blasir við manni. Þetta er náhvalur sem að rak í Þistilfirði og hérna við skárum þarna af honum og svo voru beinin bara sett í gráslepputunnu og inn í bíl og þá var þetta að verka þetta þegar maður kom aftur suður. Og það fylgir alltaf einhvern grín í þessu, það er misjafnlega mikið, það er fíflagangur þegar þetta er af staðið, þannig að við sjá eina mynd af því svona. En eins og ég segi, það er svona misstóri hvalir sem maður lendir í þegar maður kemur á staðinn, alveg fullur orku og ætlar að fara að skera, þá er þetta bara svona smáhvalur og maður stingur hana bara í tunnu og tekur hann í bílinn og fer heim. Og verkar þetta bara svona á hlýjum og notalegum stað. En svo þegar maður lendir í svona uppátæki þá fallast manni hendur. Því að
ég fór og valdi bíl hérna á Náttúrufræðistofnun með það í huga að ég ætlaði að taka hérna bækslin með og skíðin í bílinn. Þannig að ég fór á svona pallbíl sem ég kæmi þessu í og geti keyrt með þetta suður. Því þetta oft það sem týnist fyrst af kvölunum. Þeir eru nýreknir, svona smábein sem ég held að þetta væri. Maður áttar sig ekki á því hvað þetta stórt fyrir maður kemur á staðinn. En það var ekki möguleiki að reyna að ná skíðunum því þetta var eitthvað á annað tonn þarna upp í honum og ekki verið gott að mæta mér allavega ef ég reyndi að koma þessu í bílinn bara skíðunum. En hérna sýni ég svona hvað maður, sem sagt rifbein hérna sem ég að skera úr hérna leiftri sem maður rak á land. Maður getur tekið þetta svona létt á milli fingrana en í samanburði má sjá rifbein úr steypireyðinni. Það mikill munur og fíflagangur í gangi alltaf eins og venjulega. Hérna er haus sem sagt af leiftri og hérna aftur hausinn af steypireyðinni. En þá sem sagt ætlaði ég að byrja bara á því að sýna ykkur, þetta er afkoman að steypireyðinni norður á Skaga 27. ágúst 2010. Lá þarna í fjörunni og það þurfti einhvern veginn að koma honum í land til þess að geta unnið hann eða sem sagt skorið hann og voru svona mikla spekulationir hvernig þetta væri hægt því þetta var svona stærra taginu. En til þess að sýna svona hvað hann búinn að ganga í gegnum, þetta var eftir mjög hvassa norðanátt sem hann rak upp og hann hefur þurft að reka yfir feikna skerjagarð sem er þarna fyrir utan og ef það kemur þarna á fjöru þá náttúrulega landist hann þarna í rótinu töluvert tíma þannig að töluvert af beinu voru brotin í hvalnum þegar það var farið að skera holdið utan af beinagrindinni. En hann var þetta nálægt húsi sem er þarna fram á bakkanum og þannig að það vildu hann allir losna við þarna náttúrulega úr fjörunni áður en fyrir næsta sumar því það hefði ekki verið gott næstu árin þarna, það var rotnað þarna í landi. Og það voru lengi vangaveltur að koma hérna á bíl fram á bakkan, þetta er mjög viðkvæmur gróður hérna og draga hann þar upp og vinna þar. Það hefði fyrir svo stór tæki eins og raunin varð að þeir hefðu tætt allt túnið upp og vildu ekki fara þá leið, sko að draga þarna upp og fara með hann og koma hann í burtu. Hvað bæði þetta? Ég var alltaf að reyna að muna á það datt alveg úr mér, sko, Ásbúðir á Skaga. Það var rétt hjá Hraun á Skaga, þarna var Hvítabjörninn stuttu áður. En þetta er sem sagt, hérna sjáum við hvernig þetta lítur út, hvalinn rak á land hérna neðan við þetta hús hérna. Svo við þurftum að koma honum einhvern veginn upp á bakka til að vinna hann. Og ég fékk verktaka frá Sauðárkróki til þess að kíkja á þetta og hann var það vitlaus að hann vildi taka þátt í þessu sem kom sér mjög vel fyrir mig og hann ákvað að koma með 2 svona gröfur og laga leiðina til þess að draga hvalinn á flóði frá strandstaðnum og 600 metra hérna til vesturs og því að Tjörn lokaði af hérna skurðarborðinu hérna eiginlega beint upp að hvalnum þannig að við fórum með hann 620 metra hérna minni mig til vesturs. Og þar var þessi hái fjörukantur sem við sjáum hérna en hérna var fjörukanturinn náði alveg hérna þvert yfir og þeir byrjaði að grafa rennu hérna í fjörukantinn til þess að draga hvalinn upp. Þannig að þetta var svona tölulegur undirbúningur að þessu að koma tækjunum þarna norður á Skaga frá Sauðárkróki. Þeir gátu ekki keyrt úr Skagafjörðu, það þoldi enga brýr þessi tæki, þannig að þeir eru að fara yfir Þverárfjall og út hérna Skagaströnd þarna norður. Þannig að það var, þegar var farið að falla, þá voru gröfurnar komnar þarna og tilbúnar og menn græjuðu sig svona til þess að reyna að koma hvalnum upp í rennuna. Nú, þeir voru búin að sjá það út að með því að binda í sporðin og ég ít alltaf villan taka. Og með því að þessi grafa fær út og ítti honum frá landi og þessi sem sagt myndi kippa í afturendan á honum og draga hann í áttina til vesturs. Þannig að þeir héldu að þeir gætu þetta og
og gátu það. Þannig að þetta svona sýnir svona hvað við var að eiga við að koma honum þarna yfir að rennunni sem hérna hinum megin. Og þetta var mikil átök og læti og rann vel af stað fyrst en leið og kendi grunnsins að þá stoppaði hann og þá þurfti sem sagt hindgrafan að ýta honum alltaf jafnóðum út í sjóinn og svona gera ábyggilega ekki margir að fara svona með tæki sín að láta gröfurnar vera út í sjó með legur og annað. Það fór ég að hugsa allavega að vera minn bíl. En þetta gekk mjög vel, satt og vel fyrir sig og þeir komu hvalnum í rennuna. En þá reiknuðu við með að þetta yrði mikið viðnám í grjótinu á fjörunni þannig að meðan að við vorum svona bjástra við þetta þá fór þessi grafa í það að taka fang sem þið sá hérna í fjörunni áðan og setti hérna í rennuna til þess að svona nota sem hlunna eins og maður segir til þess að draga hvalinn upp á fjörukantin svo það hægt að vinna hann þar. Við sjáum núna alla afstöðuna af þessu. Þeir hengdu báðar spottana í hvalinn og vorum ekki alveg vissum að þetta myndi ganga svona vel en þetta gekk mjög vel í alla staði og upp á land komst hann. Og við slóum mál á hann þarna eftir að hann var kominn upp. Og hann reyndist vera 25 metrar og 15 centimetrar frá trjónu í sporð sem hann mældur. Það ákveðin klauf fyrir miðjusporðinu sem mælt í venjulega. Þarna liggur hann á bakinu sem þið sjáið. Og maður var mikið feginn þetta var komið þarna, en þetta var bara byrjunin. Þannig að sjáum við upp í hann. Það Jóhann bóndi á Hrauni. Þarna að kíkja upp í hann. Grafan lyfti upp neðri kjálkanum á honum. Nú, þetta bakslið það eru rúmið 3 metrar að lengd. Og þeir sögðu mig strax á Hafró og þeir sáu myndina að sjá þetta skarð hérna. Að þetta eftir háhyrninga. Þeir bíta oft í það og taka stykki úr þeim. Og það var eins með sporðinn, hann var 5,40 í þvermál frá enda til enda. Þannig að þetta er mjög stórt sko. Mjög stórt. Nú, þetta eru heimamenn voru mjög fljótir og tilbúnir til þess að koma og hjálpa. Þetta er Steinn, bróðir Jóhanns sem sá þarna á, þetta eru bræður sem búa á Hrauni. Vignir heitir þessi og er frá Höfnum og þetta er kunningi hans sem var hérna og þeir mættu algallaðir og tóku þátt í þessu sumir í alltaf 3 daga við að skera hann. En hvar á að byrja? Það sést nú á Steini að hann veit ekki hvað hann á að gera þarna, hengslast þarna upp á. En við ákváðum að fara þarna aftur til í hann og byrja að skera sem sagt holdið frá. Og það sem við byrjuðum eiginlega að gera hér til þess að segja ykkur að það er endaþarmur á honum einhvers staðar hérna. Þess sem þýðir það að það eru mjaðmabein sem eru leifar afturfóta að talið af þessum dýrum á hvölum. Það er eina sem er hérna eftir hérna aftan til að svoköllum eða sem sagt fótunum á þeim, ef við getum sagt svo, er að það er pínlítið mjaðmabein sem er hérna inn í vöðva, alveg frálust frá allri beinagrind. Og það var svona, fyrsta verki var að reyna að finna þetta mjaðmabein, til þess að ná því úr og varveita það. Þannig að við skárum hérna niður og þetta gekk mjög vel framan af, en þessi stykki voru mjög þung. Við skárum þetta síðan í teninga og það fór allur kraftur úr okkur við að reyna að fjalla þetta frá hvalnum til að komast að og halda áfram við skurðinn. Hérna er saman på tenningnum og þessi snillingur lenti í því sem að margir myndu nú lenda í að hann náði að skera svona nokkra ræmur og síðan hljópa hann alltaf frá og ældi. Og það var ekkert skrítið, það var vond lykt þarna, þetta var 18 stiga hiti þarna í þessa daga sem við vorum þarna og þetta var fljótt að rotna. En alltaf labbaði hann að og prófaði en alltaf kom eitthvað út úr honum þegar hann gubbaði. En hinir svona
þoldu við en það heyrðust oft svona kokhljóð meðan á þessu stóð. Nú, þarna var sem sagt skorið frá kjálkunum, þetta er sem sagt rengið, er flett þarna af og hitinn var þvílíkur og það var tekið viðtal við mig þarna eitthvað sjónvarp eða eitthvað svoleiðis og hann fór að segja að þetta var flott að fá svona viðtal að þið berum ofan. Já, þú varst að byrja mig að fara úr buxunum, sagði ég. Það var bara nærbuxunum í þessu. En allavega að síðan upphófst töluvert svona rekistefna hvernig ætti að losna við úrganginn frá hvalnum og það var talað fyrst að fara með þetta á Blönduós og síðan á Skagaströnd og mér leist ekki á, ég var alltaf að hugsa kostnaðinn þegar maður fælist í því. Nema verktakinn, hann var með hennan vörubíl og við ákvaðum það með leyfi í restina og reynda búin að ganga frá því og grafa það þegar árið leyfi kom að grafa í jörðu þarna í jörðina hérna á Hrauni. Þeir tóku vilji þá og vildu gefa leyfi til þess að grafa það þar. Og það er hérna. Holan var tekið svolítið stór en svo var þetta ekki svo mikið sem að koma af honum þannig. En næstu dag og eftir að við vorum búin að skera utan á honum þá vorum við lengi að tálka utan á honum. Þetta er allt mjög segt, sérstaklega hérna við styrsluna aftast. Og einhvern tímann hefði maður nú bara tekið það mesta og hérna látið hitt verulegt því að rotna. En ég þurfti að koma hvalnum í burtu eða beinagrindin í burtu og fékk þá á vörubílnum til þess að flytja hingað til suður og þetta átti að enda í hvalstöðinni. Það var hérna, ég fékk leyfi til þess að verka hann þar. Þannig að ég þurfti að tálka sig mest á honum því að hann átti að koma við á kalarstöðum og átti að geyma þar. En frúnni leist nú ekkert á að hafa heilan svona hval með kjöti út á túni hjá sér og það myndi verða það vond lykt að ég reyndi að ná eins miklu af honum og hægt var og það fór töluverður tími í það að tálka utan að beinunum til þess að reyna að gera, í vonum að lyktin myndi ekki verða svo mikil þarna í Hvalfirðinu þegar hann kæmi þangað. En hérna einn morgunum var svona þoka en annars var eiginlega 18 stiga hiti allan tíman sem við vorum þarna. Leðan á þokunni létti þá hlýnaði svona og hérna sé svona gallan eftir einn dag og þetta minnir mig nú eiginlega það að það var eitthvað ógeðslegasta í þessu öllu saman var að þurfa að fara í þessu föt aftur á morgni. Hérna lyktin af þessu var þvílík og skemmtileg en það var mjög slæmt að fara í þetta svona snemma á morgni allt löðrandi í lýsi og með hérna þeirri lykt sem þarna fylgdi. Ég sagði einhvern tíma frá því að við gistum þarna í húsi og það voru strax 3 bændur tilbúin til þess að hýsa okkur meðan voru þarna því voru 9 daga að þessu og ég valdi einn úr sem var konulaus því að ég var alveg viss að við fengjum ekki að vera nema eina nótt að það væri kona í húsinu. Því að hérna lyktin var þvílík að maður ber háttað út á tröppum og hljóp í sturtu, fór í önnur föt. Það var sama lyktin á fötana sem hún fór í þessi hreinu eins og hinn, aðeins minni lykt af þeim fötum heldur en voru út á tröppum. Þarna erum við konið í Hvalfjörðinn og þurfti stórvirk vinnutæki við að hífa þetta allt af, bæði á og af. Og þar var þetta geymt þar til að Kristján Loftsson sem var svo almennilegur að leyfa okkur að þrífa þetta í hvalstöðinni, sýna ykkur á eftir aðstöðuna þar en skíðin eins og ég segja ætlaði ég að hirða helst í heilu upp á að geta sett upp beint upp í góminn á honum aftur ef að þessi beinagrindur eru sett upp einhvern tíma seinna og við réðum ekkert við skíðin, það rifnið ef við reyndum að setja spott í þau. Þetta er hérna mjög mjúkt hérna gómfyllan eða fyllan sem eru undir, þetta er alveg fylgir skíðunum. Mjög mjúkt í þessu og þetta rifnaði allt þannig að við verðum að taka þetta í svona teninga þannig að við réðum, eða grafa réði við að koma þessu upp á vörubílspallinn. Og eitt svona stykki er ábyggilega sko 120 kíló eða eitthvað svoleiðis. Jafnvel þyngra, maður átti að segja ekki á þyngslum í þessu. Þetta eru skíðin við þrifum þau öll, sprautuðum með heitu vatni og skóluðum allt, skóluðum skíðin mjög vel og settu þau í frysti
Óli Torfason hérna geymir það í frysti hjá Hval. Hann færði okkur hérna hvalinn, svo ég segi það nú strax. Það er hvalur og kleinur hérna á borðinu. En þetta er sem sagt geymt í frysti í skíðina því að upp á að nota þau vonandi seinna. En í hvalstöðina fórum við síðan með eftir vertíð hjá þeim í 2010. Settum við ofan í þessa sundlaug eða laug sem þeir eru með þarna og heitt vatn þetta að setja á þær og náðum að restina á holdinu af og síðan upphófst svona ferli að ná fitun úr beinunum. Það var gert með því að setja alltaf heitt vatn á beinin 2 sinnum í viku. Smá saman fór af þeim, en þetta er sem sagt, þannig að sjáum við jökkið sem kom úr og maður þurfti alltaf að hreinsa þetta upp úr lauginu og þetta fór síðan sem sagt, var alltaf tekið frá mér. Það var ákaflega hjálplegir hérna kallarnir í hvalstöðinni. Ég hefði ekkert getað þetta einn öðruvísi. Hérna ætlaði ég að sýna borholuna þeirra, því að þarna eru með 130 gráðu heitt vatn, bara rétt við hvalstöðina. Og þetta var tengt á lauginni og ég get alveg vottað það að þetta var heitt vatn. Ég fekk eina smá bun á mig og þarna ég upp á heilsugæslu og læddist við að taka mynd af mér í speglinum til þess að muna hvernig þetta leit út. Þetta var mjög sárt, get sagt það. En svona kom sem sagt fitan smá saman af og þetta stóð í frá því í október fram til 1. maí árið eftir. Þetta var gert mjög snöggt, eiginlega einum og snöggt að þrífa beinin svona, með að setja hita svona oft á þau. Það er venjulega eins og með hvalabeingrindina sem héngu uppi þarna áðan að það er svona 9 mánaða ferli að hreinsa svona meðalstóran hval. En við vorum, við höfum verið svona 5 til 6 mánuði að hreinsa þennan. En hann er nokkur hreinn eftir það. Hérna eru kjálkarnir ofan í. Þetta er lengsta bein hvalsins. Þetta voru 6,40 er þetta. 6 metrar og 40 sentimetrar hérna þessi bogi, hver kjálki. Og svona á endanum var vatnið loksins orðið tært. Og þá tók ég beinin upp úr og setti alltaf næstu porsjón ofan í, svona þetta tók svolítið tíma hver hluti, svona hver áfangi. Hérna er komið að ég setja hausinn ofan í, þá þurfti stórt eða krana til þess að taka hann upp á staðnum og koma honum hérna ofan í laugina, í bað. Og hérna sér maður þetta er svo mjúkt í þessum beinum að þau brotnuðu öll hérna við hausbeinið. Þetta er sem sagt svona snoppan á honum. Hausinn var rúmið 6 metra líka lengd. Og hérna losnaði svona holdið af og þetta skera þetta í teninga til að koma þessu upp úr lauginni. Og þarna er þetta orðið svolítið hreinna. Og hérna raðaði ég upp hryggjarliðunum þó svo Kristján sagði mér strax að merkja það sem ég er með fegin að ég gerði því ég þóttist nú geta raðað þessu saman eins og hinum hvölunum. En þetta var nú svona ekki eins auðvelt að bera þetta til og frá upp á að raða þessu réttu saman og sjá útlínurnar á hvernig þetta allt rennur saman. Hérna, þetta er ákveðið munstur sem maður fer eftir þegar maður þekkir þetta. En sjáum hérna, ég fekk kindamerki í restina til þess að setja á snúruna hérna til þess að vita rauðin á beinuna, auðveldar þetta seinna meira að setja þetta upp. Hérna er aftur ribbin og fleira ofan í. Og síðan boraði ég alla liði og setti þá aftur ofan í. Ég boraði hérna hryggjarliðina og það var svona fyrst og fremst til þess að losna við eða flýta fyrir að fitan færi innan úr hryggjarliðunum því að það er svo mikil fita inn í hryggjarliðunum. Og annað að kíkjum aftur á þetta, þá þurfti að gera þetta með smáhvalinn og alla hvali sem ég hef sett upp. Þá nota ég hérna þennan hryggjarlið til þess að fá rétta stefnu á teini sem maður setur í gegnum hvalina.
yfir í næsta gat, þannig að það er hægt að raða þessu upp á 3 teina og alveg frá Banakringlu til sporðenda, má segja, á beinagrindinni. En hryggjarliðirnir frá Banakringlu aftur á sporðenda eru 62 og þeir minnstu eru bara, afturstu eru mjög litlir, svona 4-5 cm í þvermál. Þetta er sem sagt, sjáu þið hérna kindamerkið og 3 gött setti maður svona til þess að geta setja meir raða í rétta röð á hvalinn til uppsetningar og já. Þá er þetta nú að ljúka hjá mér. Hérna er með eina mynd hérna frá Náttúrugripasafninu, ég held þetta sé í London og svona það má nú googla ýmislegt í sambandi við stærðir og fleira á þessum hvölum, sko. Ég sagði frá því að þessi hvalur var með þvermál á sporði, þá voru 5 og 40 minnir mér. Og það er talað að sumir hvalirnir, steypireyðirnir og sérstaklega við Suðurskautslandið, að þeir eru með upp í 8 metra í þvermál á sporðinu, þannig að það er mjög stórir, sko, eftir aldri og fleira. Þessi var sem sagt 25 metrar og það talaði að það séu upp í 33 metrar að lengd þeir stærstu. Hérna að ganni, ég bara hitti þannig á að það er fíll hérna, sjáu hann, að tungan í hvalnum, ég náði nú ekki að vigta hana, en tungan er sem sagt talin vera með 5 tonn og það er vegur sama og fíll. Afríkufíllinn er talin vera með 5 tonn og þetta sýnir svona stærðarhlutföllin á þessu dýrum eða skepnum. Og ég þótti svolítið áhugavert þegar ég las þetta, var að lesa mig til steypireyðina fyrst, að maður í huganum þá hélt maður alltaf að risaeðlan, Þórseðla, hvað hún hét sú stærsta, að maður fannst hún alltaf óalega stór í huganum af því maður hefur ekki séð hana. En miðað við það sem að menn gefa upp miðað við beinabyggingu og annað á risaeðlunum, að þá hefur hún verið helmingi léttari heldur en steypireyðin. Þannig að það hefur þurft 2 risaeðlur til þess að ná sömu þyngd og steypireyðin ef það reynist rétt. Og það má leika sem ýmislegt í sambandi við þetta að hjarta, ég man eftir við tókum hjarta út, ég var búinn að lesa til það að hjarta væri jafnstórt á Volkswagen og það var alveg rétt, ég hefði alveg getað sest inn í það og keyrt í burtu ef verið hjól á því. Þannig að þetta er ótrúlega stórt allt sig. Hérna sjáum við aftur það sem ég er að tala um, þessi mjaðmabein sem eftir eru og þau eru svona, þetta er bara á teini hérna. Og hér eru laus bein sem þarf að raða upp í réttri röð sem að ég kalla tengibein. Þetta eru bein sem liggja hérna aftarlega milli hryggjarliða. Þarf að setja þau upp í réttri röð og réttan stað. Nú hérna sjáum við þetta bein hérna. Þetta myndum við kalla framhandleggsbein og það er þetta bein sem er hér. Og þetta er töluvert þungt og sýnir ykkur svona stærðarhlutföll miðað við leiftur, það er smá hvalur sem hefur rekið hér og ég sett svona saman til þess að vita hlutföllin. Þá hef ég sett þetta sko meðan brjóskið er á milli beinanna til að halda réttu hlutfalli á milli beina. Þá hef ég borað þetta allt og raðað þessu svona saman til þess að sjá hvað má vera langt á milli beinanna. Þetta bein svarar til þessa beins hérna á þessum hval. Og ég geta þá talað um að þetta sé herðablaðið og upphandleggsbein og framhandleggsbein. Svo eru hérna misjafnlega mörg bein, það eru 5-7 lóabein og svo ef við myndum kalla þetta fingurbein sem eru hérna framan við. En ég get þá frekar svarað einhverju spurningum ef ég get þá svarað einhverju. En þetta verður þá síðasta myndin. Þetta er eina hvalabeinagrindin sem okkur vantar hérna, hefur sést hérna, mjaldurinn. Okkur vantar þessa beinagrind þannig að það er auglýst eftir henni. Þakka þér fyrir. Sömuleiðis. Nú auglýsi ég eftir spurningum.
Hvar þessi beinagrind varðveist? Má ég byrja? Már Pétursson, hvar þessi beinagrind varðveist? Hún staðsett hérna í geymslu og í plássi bara hérna við Náttúrufræðistofnun. Við erum að reyna að fá húsnæði undir hana og reyna helst að koma henni upp einhvern tímann. Síðasta myndin, sagður ekki væri frá Bretlandi. Jú. Hvar nánar tiltekið? Já, þetta í London Museum bara, Náttúrugripasafninu í London, sú mynd. Hversu sjaldgæf eða hversu algengt, hversu sjaldgæfar eru beinagrindur sem þessi sem að þið voru þarna að vinna við? Sko, ég ekki alveg með þá hreinu hvað, ég hef ekki kannað það, en ég veit að þetta á mjög fáum stöðum. Það í Kanada og ef einhver veit að hérna Kristín eða eitthvað, ég veit ekki hvort að þið þekki þetta. Maður veit einhver 8 beinagrindur sem maður hefur heyrt, 8 til 10 beinagrindur í heiminum. Þannig að þetta sem sagt merkilegt að hafa þessa beinagrind. Það það sko, það það. Þetta eini steypirinn fyrir víst, eða sem ég veit að hefur rekið í heilu hér á Íslandi. En það hafa verið eitthvað í kringu 1970 eitthvað að það komu skíði á land hérna einhver staðar hérna á Suðurlandi og það til hérna nokkuð skíði, svona eitt klumpur sko, sem eina sem ég hef séð að steypirið hér. Norðmenn, þeir góðu hvalveiðimenn, eiga þeir ekki svona beinagrind? Sko, ég veit það að hvalmenn lögðu það á sig, eða Norðmenn lögðu það á sig að fara, ég held að hafi til hérna, fóru hérna, hvort það var Spísbergin eða einhvers staðar þar sem að rak einhvern steypireyðarland og þeir reyndu að draga hann upp til þess að reyna að varðveita beinin úr honum, beinagrindina. Og hann slitnaði upp og fór eitthvað frá, þannig að ég veit ekki hvort þeir á endanum náðu þessari beinagrind heilli. En hún rak ekki land í Noregi, en ég veit ekki sko, hvort þetta var nokkurn tímann varðveitt eða hafið þeir veitt þetta hérna áður fyrr. Og það nú sjálfsagt með þessa beinagrind að þetta getur alveg verið veittur hvalur þess vegna. Ég þekki þetta bara ekki nógu vel. Stutt, það stór hvalbein við skrúð í Dýrafirði. Veistu hvað þau eru stóra? Þú talar að þetta verið 46. Já, sko, þau voru sko mælt 7 og eitthvað, rúmir 7 metrar. Þetta var, það rétt, þeir hafa einhvern veginn fengið þá kjálka, sko. Þetta búið að vera uppi, ég man ekki hvað lengi þarna í skrúðnum, eða í hliðuna þarna við skrúð, en þeir eru búin að taka niður, þetta var rosa fúið, þeir reynda að bera á þetta árlega á kjálkana, en það er búið að taka á niður og ég hjálpaði mér mitt í, hvað er 4 ár síðan að verka hérna langreiða kjálka sem alltaf, og komin þarna vestur og alltaf að setja upp í staðinn. Mér langar að spyrja sporðinn. Hann úr brjóski eða ekki hægt að varðveita hann eða? Já, sporðurinn úr svona, þetta eiginlega sinntægjur. Nei, sporðurinn sko eins og þú sér hérna, þetta einu beinu, þau enda hérna í sko, má segja í klaufinni hérna fyrir miðjusporði og þetta bara brjósk eða svona einhverja sinar, sko, einhver þykkildi sem að hérna nota. Það ekkert bein í flöpsunum út frá. Já, Þórhaldur, mig langaði að spyrja hvort það er einhver áform að setja beinagrindana upp einhvers staðar. Er ekki brýnt að þetta veri til sýnis? Jú, það nú það sem stendur til að gera og þetta svona alveg herslumunurinn á því að það sé að nást svona einhvern botn í það. Það hérna töluvert verk framundan að laga flest beinin. Þetta svo mjúkt í þessu að þau hafa sprungið og allavega og það tekur svolítið tíma að forverja þau, getum við sagt, beinin og koma þeim í geymslu þar til að vera hægt að setja þau upp. Eða beinagrindin upp í heilu. Það ekki alveg á hreinu ennþá hvar og hvenær það verður. Fleiri spurningar?
Ég get svona aðeins sagt pínulítið meira svona að hérna, og ég vil nú helst bara losna. Nei, en hérna það eru sko 186 bein í hérna steypireiðinni sem að ég hef talið, sundurlaus bein hver frá öðru og svona til glöggvunar þá eru samt, þó við séum miklu minni, þá er talið vera 206 bein í okkur. Þannig að þú getum ekki státa á svona stórum beinum. Nú, ef það ekki fleiri spurningar, þá þakka ég Þorvaldi kærlega fyrir og þakka ykkur fyrir komuna. Vil minna ykkur á næsta erindi sem eftir 2 vikur, þá kemur til okkar Haraldur Rafn Ingvarsson frá Náttúrufræðistofu Kópavogs. Það að segja okkur frá vöktun í Þingvallavatni. Þorvaldur, takk fyrir kærlega. Já, takk fyrir mig. Og takk fyrir komuna.